Þreyttur. Góðan daginn. Klukkan að detta í hálf 6. Arndi farinn í skólan. Ég búinn í vinnu, kominn heim, það reyndar svolítið síðan. Og ég verð að viðurkenna að strákarnir báðir eru dauðþreyttir. Já, sjá þig. Hæ. Já. Ronja, hún er hérna. Hæ Ronja mín. Halló litla stelpa. Já, það sem gerðist í gær, ég tók ekkert upp í gær. Það er vélinn var batterislaus og ég gleymdi alltaf að setja hann í hleðslu, en ég sett hann í hleðslu í nótt. Þetta er gamla uppþvottavélin okkar. Við ætlum að farga henni, eða gefa hana, bara ef ykkur hefur áhuga. Og við keyptum okkur svona. Sjáu þetta? Það sem við erum að fara að gera í kvöld, ég ætla að reyna að finna eitthvað lítið og krútlegt fyrir strákana að borða. Kvöldmatt. Já, svo bara hafa rólegt og náðugt og kósí, sko. Og ert svo þreyttur. Já, ertu svona rosalega þreyttur. Já. Ég hitti óvenjulega skrítinn dagur. Ég hitti ótrúlega marga. Ég hitti nokkra einstaklinga í dag sem þekktu mig eða vissu hver ég var. Þannig að sjáta á ykkur, bara takk aðeinslega fyrir að hóa og segja hæ og allt það. Þannig að ótrúlega gaman að hitta ykkur. Mér finnst gaman að sjá andlitin sem eru að fylgjast með. En hérna, þið vitið alveg hver þið eruð. Bara takk aðeinslega fyrir að fylgjast með og bara ógeðslega gaman að hitta ykkur og fá að segja hæ. Þó að það hafi verið stutt, en alltaf gaman að sjá ykkur. Halló. Já. Nú ætla ég að fara að skipta þeim og gefa þeim að borða. Viltu ekki reyna að borða, kallinn minn? Nei, viltu þetta ekki? Benni mín. Ég veit að þú saknar þeirra, en manst ekki hvað þú sögðu? Sko, við kaupum stundu þegar við nennum eiginlega ekki að elda eitthvað. Þá höfum við verið að kaupa þetta hérna frá Hipp. Það er basically bara lasagna og eitthvað svona dót. Og eins og sér, hann er alveg að borða þetta. En ef hann sér bróður sem segja nei, þá segir hann líka nei. Hann borðar þetta alveg. Þannig að Baltasar er meiri gikkur. Já, hann er það. En hann vill ekki sjá. Viltu meira? Hva? Sjáum hvað hann gerir. Nú er ég ekki að sýna honum áhuga, sko. Hann er ekki búinn að taka myndavélinni. Sjáum hvað hann gerir. Það er ekki að borða nammi, Benni mín. Og ég gera flugvélina fyrir þig. Nei. Nam. Vildu þetta ekki? Nei. Ég var reyndar að smakka þetta núna. Þetta er eiginlega ekki gott að bragða. Ég skil það alveg að þeir sækist ekki í þetta. Þetta er ekki besta. Þetta er ekki gott, ekkert sérlega gott að bragða. En ég ætla að halda áfram að reyna að koma eitthvað mat í það. Ronja er auðvitað byrjuð að skanna svæðið hvort það sé komin einhver matur. Já, Ronja, já. Ertu búin að borða það? Ertu búin að borða það? Þú átt samt alveg slatt eftir, sko. Já, það voru strákarnir búin að fá sér eitthvað aðeins að borða. Fyrir þá sem vita og sáu þegar ég er í vídeo. Já, þetta? Já, þeir sem vita að hún langar svo í myndavélina, Benni. En já, þegar Baltasar fekk skurð á nefið, þá er þetta allt að koma. Ég ætla að þú hvort ég ná að zooma á þetta. Ég held að þetta verði alltaf svona ör á nefinu á honum eins og er þetta. Það lítur að koma að það. Við sjáum hvernig þetta er. Og virkilega leiðilegt að þetta skeiði, en
kemur samt alveg, já, ekki allt í lagi Ronja minn. Einhver að koma? Tjekkum hafi hvort það einhver sé að koma. Nei, það enginn hérna. Það enginn að koma. Það enginn að koma, þú ert alveg bara rosalega góður varðhundur. Já, en hérna, sárið, þetta búið að gróa, en núna bara krossleggjum að fingur með aldrinum að þetta ná einhvern veginn að hverfa. En bara vonum að besta, vonum að örið muni hverfa að mestu allavega. Já, ég held að sé ekkert eitthvað með Benjamin. Hann auðvitað bara sultuslagur, nýbúinn að borða og svona. Þannig að núna það að japla á saltstöngum. Svo fer að styttast í það að ég fara að koma þeim í lúlið. Þannig að, já. Ég held að það sé ekkert meira. Já. Endilega, ef þið hafið áhuga á því að sjá mig gera eitthvað, endilega koma með hugmyndir ef það eitthvað sem þið viljið að ég prófi eða geri eða eitthvað. Og hérna, þið megið vinna með mér, þið megið koma með einhverja hugmyndir ef þið viljið að ég prófi eitthvað, alveg sama hvað það sko. Þá hérna, ekki allt í lagi. Hvernig gengur með duddu og saltstöng? Þarna. En já, hérna, já, ef það eitthvað sem þið viljið að ég skoði eða prófi eða ef það eitthvað, ef þú vilt að ég prófi eitthvað, ég veit ekki, pröfukeyra eitthvað bíl eða eitthvað, ég veit ekki, bara eitthvað, endilega kommenta fyrir neðan og skoðum það, hvort að ég komist í að prófa eitthvað. Já, þá Benjamin kominn upp í rúm, hann steinrótaðist eins og skot, hann var búinn á því. Ég og Baltasar, við erum ennþá hérna bara að kúra, en ég fæ stundum spurningar yfir því svona hvaða YouTubera ég að fylgjast með og ég að pæla að segja ykkur bara núna. Það til dæmis, það auðvitað eins og flest allir ætti að vera að fylgjast með, það Casey Neistat. Hann fokking ógeðslega góður kvikmyndagerðarmaður og svona stuttmyndamaður og hann bara ógeðslega flottur svona vídeobloggari og allt sem hann gerir ógeðslega flott og bara upptökurnar, ef þú ert að pæla í því svona hvernig hann að taka upp og allt það, hvet ég ykkur í að fylgjast með honum, ljósmyndagerð og svona, já, hann eiginlega bara í öllu svona, hvernig hann svona sýnir hvernig þú átt að gera hlutina. Hann heitir McKinnon, held ég sé að bera það rétt fram og hann drullu fokkin flottur. Ef ég hefði reynt að gera screenshot af öllum þá hefði það poppað upp hérna. Aðrir, það auðvitað PewDiePie. Ég svona horfi svona eitt og eitt myndband með honum. Já, ég held að ég sé ekki að fylgja fleirum. Jú, auðvitað hérna Roman Atwood, en hann auðvitað búinn að pása sig eða hættur eða það veit ekki hvar hann stendur akkurat núna, en já, ég búinn að fylgja honum í mörg ár og fekk að taka í hendina á honum og hitt hann svo sem ekki, en jú, ég fekk að sjá kvikindi á honum og það var ógeðslega gaman og það var svona skrítið. Hvern annan ég með? Já, ég með David Graham. Hann sem sagt, hann vinnur við að búa til auglýsingar og drullu fokkin góður í því og já, ég mæli með honum og já, ég held að ég sé ekkert að fylgja neinum öðrum. Ég að skrúlla í gegnum sem sagt áskriftarlistan minn. Það engin annar svona sem svona virkilega sem ég fylgist virkilega mikið með sko, nema þessi gaurar og já, það engin annars, ekkert eitthvað svona sem vert að tala og þetta eru gaurar sem ég horfi á hverjum einasta degi og hvet ykkur í því ef þið hafið áhuga á því að gera
þetta eða hafið áhuga á ljósmyndun eða eitthvað eða upptökum og allt það, þá hvet ég ykkur í að fylgjast með þeim og bara svona sjá hvað þeir eru að gera og þetta er drullu fucking flott sem þeir eru að gera, afsakið orðið. En nú fer að styttast í það, ég þarf að koma þessum hérna strák í lúllið, þannig að, og ég á eftir að klippa þetta, þannig að ég er að íhuga bara að enda þetta núna, bara taka æðslega fyrir áhorfið, Mundu, þú ert frábær, þú getur gert allt sem þú vilt, njótu lífsins, sjáumst vonandi á morgun, takk fyrir mig, bye bye.